Kæri himneski Faðir, þakka dráttinn fyrir þennan dag, fyrir hvíldardaginn. Ég bið að þú sért hér með okkur á þessari stundu og þú blessir okkur. Alveg sérstaklega núna þegar við ætlum að taka þátt í kvöldmáltíðarathöfninni. Ég bið að þú dveljir hjá okkur og í okkur í Jesú nafni. Amen. 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 Þá ætlum við að syngja sálm númer 362. John 14. And 13, 16. John? Yeah. 13, 17. Okay. Það þá Jóhannesarguðspjall 13 og 17. vers. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir því. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir orð þitt og þakka þér fyrir að við getum verið hér saman á þessari stundu og gert eins og þú. Þakka þér fyrir að við höfum fullkomna fyrirmynd í þér. Við í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að syngja sálm númer 263. 263. Oh
gjafir. Svo er reikningsnúmerið ef þið viljið frekar leggja inn á. Kæri himneski Faðir, ég bið að þú blessa þessar gjafir. Þakka þér fyrir að þú gefur okkur svo mikið og ég bið að það mættu margfaldast og nýtast vel í þitt starf. Í Jesú nafni, amen. Amen. Þá ætla að syngja sálm nr. 207. Þá er komið að barnasögu og þið eru ykkur krakkar, já, þið eru velkomin að koma hérna fremst.
Hello. Hi. Good. I'm going to tell you a story from the Bible. And probably have heard about it. Jesus was going with his disciples, Jesus var að tala við lærisveinana and he came to a town called Jericho. og hann kom til borgar sem hét Jerikó. But Jesus was not walking only with the 12 disciples. En Jesus var ekki bara að labba með 12 lærisveinum. When Jesus was walking, there was a lot of people walk with him. Það var alveg fullt af fólki. Sometimes it was even difficult for Jesus to walk because people was just close to him. Og stundum var meira sér erfitt fyrir Jesus að ganga út af því að fólki var svo nálægt honum. And when he entered this town called Jericho, Og þegar hann kom inn í þessa borg sem hét Jerikó, and do you remember Jericho is the same one that in the beginning the wall fall down? muniði það var akkurat þar sem að veggirnir fjallu niður, múrarnir. They built again this Jericho. Þau byggðu borgin aftur. And when Jesus was there, one little man went to see Jesus. Og þegar Jesus var þar, þar var einn mjög lágvaxinn maður sem vildi sjá Jesu. But he could not. En hann gat ekki séð Jesu. Do you know why a little man cannot see Jesus? Vitið af hverju litli maðurinn gat ekki séð Jesu? What happened if there's tall people like this and the man is like this high? Can he see up there? Ef If he's this high? fólki hávaxið og maðurinn er svona lár, getur hann þá séð í gegnum mannþröngina? What do you think? Hvað heldur þið? No, he cannot see. Hann getur ekki séð. But he went to see Jesus. En hann langaði svo að sjá Jesu. And he had a great idea. Do you know what he did? En hann fekk góða hugmynd. Vitið þið hvað hann gerði? Do you know? Vitið þið hvað? Do you remember Muniði? what Zacchaeus did to see Jesus? Muniði hvað Sakkaus gerði til að fara og sjá Jesu? Hann klifraði upp í tré, sagði hann. Jónatas ekki. He went up on the tree. Hann fór upp í tréð. And it was difficult for him. He was so little. Það var svo erfitt fyrir hann var svo lágvaxinn. Have you ever climbed in a tree? Hafið þið klifrað í tré? Yeah, how was it? Hvernig var það? Difficult or easier? Var það auðvelt eða var það erfitt? It's erfitt. Okay, he went up there in the tree because Jesus was going to pass just in that road where he was. Hann fór upp í þetta tré af því að Jesus var að fara veginn akkurat þarna þessi tréðar. He was a little man, Hann var lágvaxinn, but he had a lot of money. en hann átti rosa mikið He was pening. very rich. Hann var mjög ríkur. And everybody in the town knew him. Og allir þekkt hann í bænum. But he didn't know that Jesus knew him. En hann vissi ekki að Jesus vissi hann. But he went to know Jesus. En hann vildi kynnast Jesu. So he was there up in the tree, Þannig að hann var upp í trénu looking when Jesus was passing through. og hann var að leita því hvort að hann sæi Jesus koma fram hjá. And then, do you know what happened? Og viti hvað gerðist svo? Jesus stopped just under the tree. Og Jesus hann stoppaði akkurat undir trénu þar sem að hann var í. And Jesus looked up, Jesus horfði upp and Zacchaeus was surprised. What was Jesus doing? og Sakkaus hann var nú aldeilis hissa. Hvað var Jesus að gera? And Jesus even knew his name. Og Jesus meiri sér vissi hvað hann héti. Who told Jesus his name? Hver sagði Jesu hvað hann héti? Do you know? Vitið þið hver sagði Jesu hvað hann héti? Jesus, he knows everything. Jesus veit allt. Do you know that he knows your name? And even though I don't know your name, Jesus knows. Vitið það að Jesus veit ykkar nafn og þó að ég jafnvel veit ekki nafni ykkar, þá veit Jesus það. So Jesus called, Zacchaeus, come down. Og Jesus sagði, Sakkaus, komdu niður.
And he just went down very quickly. Hann fór hratt niður úr trénu And Jesus said, today I want to be in your home. og Jesús sagði, mig langar að vera á heimilinu þínu í dag. Jesus, he wants to be in our home. Jesús vill vera á heimilinu okkar. When you are at your home, Þegar þið eru heima when your mom or dad ask you to fix the house, og þegar mamma og pappi biðja ykkur að kannski taka til heima, fix the bed where you sleep, búum rúmið, because Jesus wants to be there with you. af því að Jesús vill vera þar með ykkur. And he come with, and one day you listen, he can talk to you and call you by name and say, I love you. Og hann vill tala til ykkar og segja við ykkur, ég elska þig. Let's try to listen Jesus, because he always trying to talk to us. Við skulum reyna að hlusta á Jesú því hann alltaf að reyna að tala við okkur. But we need also to talk to him. En við þurfum líka að tala við hann. We can pray. Við getum beðið til hans. We can ask him to bless our mom, our daddy, our house. Við getum beðið hann að blessa mömmu og pappa og heimilið. You can even fix one chair in your room and say, this is the chair of Jesus. Og það líka hægt að laga til stól og segja, þetta stólinn hans Jesú. And surely he's going to be in your home. God hann- bless you. Hann mun örugglega vera á ykkar heimili. Guð blessi ykkur. Yeah, thanks. I need. Good morning, everyone. Góðan daginn. It's nice to be here. Gott að vera hér. And it's special today for a special purpose. Í dag erum við með sérstakann tilgang með þessari samkomu. We are celebrate today Við erum að halda upp á í dag the Holy Communion. hina heilígu kvöldmáltíð. We have here the table. Hér erum við með á borðinu. This table can be maybe small for Jesus and 12 disciples. Þetta er kannski dálítið lítið borð fyrir Jesús og lærisveina hans 12. But he was there with his 12 disciples on a big board. En hann var með lærisveinum sínum á stærra borði. He was talking with them. Hann var að spjalla við þá. He was going to eat with them the bread. Hann ætlaði að borða með þeim brauðið. And do you remember that Jesus said, I am the bread of life. Og munið að Jesús sagði, ég er brauð lífsins. So this bread that is here today, Og þetta brauð sem er hér í dag, it is a symbol of the body of Jesus. það var þetta tákn líkama Krists. And we are going to eat together thinking in Jesus Christ. Og þegar við borðum þetta saman, þá erum við að hugsa til Jesú Krists. And here we have the grape juice. Og hérna erum við með safa úr vínberjum, It's a symbol of the blood of Jesus sem að táknar blóð Jesú Krists, that was shared for us. sem að var útelt fyrir okkur. And the blood of Jesus is for the forgiveness of our sins. Blóð Jesú Krists var útelt til fyrirgefninga syndum okkar. And the bread is like a symbol of, Jesus said, he is the head of the church and we are the body, like the bread is the body of Jesus. Jesús er höfuð okkar og brauðið táknar Jesús. So let's see a little bit more about when Jesus came to talk to his disciple. Þegar að Jesús kom til að tala við lærisveinana, The disciple said that Jesus loved the disciples to the end. að Jesús sagði, elska lærisveinana allt til endiloka. It is here. Hérna getið þið séð að Jóhannes 13:1. It was now the day before the Passover festival.
Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. He had always loved those in the world who were his own, and he loved them to the very end. Hátíð páskana var að gangi í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og að hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína þá sem í heiminum voru. Hann elskaði þá uns yfir lauk. What does the Bible means to say he loved to the very end? Hvað þýðir þetta þegar Biblíun segir að hann elskaði þá uns yfir lauk? That was the last night that Jesus was alive on earth. Þetta var síðasta kvöldi sem Jesús var lifandi á jörðinni. Just why he sat down with his disciples to say goodbye for them. Og Jesús settist þarna niður við kvöldverðarborðið til þess að kveðja þá. In the next morning, he was going to be crucified. Og næsta morgun yrði hann krossfestur. And when he says here, he loved to the very end, say, next day I'm going to die for you. Og hann elskaði þá uns yfir lauk og næsta dag myndi hann deyja fyrir þá. And do you know that love is an action? Og vitið það að kærleikur verknaður. And love is not only an action, love is a sacrificial action. Kærleikur ekki bara verknaður, heldur fórnarverknaður. And I remember one story of a daddy that need to go out with his two little children. A father Já, that faðir fór með 2 börnin sín út. and because the mother could not take care of them, the father had to take care that day. Og að því að móðurinn gat ekki séð þau þann daginn, þá var faðirinn með þau. And they were very active, Og þau voru mjög virk, running and jumping everywhere. hlupi út allt og hoppuð út allt. And then the father said, wow, what can I do today? I'm so tired to take care of these children. Og faðirinn hugsaði, hvað get ég gert? Ég er nú svo þreyttur á að hugsa börnin. So he went downtown. Og hann fór út. And they were walking in the street and then came to a place, very nice, where children could go in and feed the animals. Og þau voru að ganga göttuna en svo komið á stað þar sem börn gátu gefið dýrum að borða. And they said, Daddy, we want to go in. We want to feed the animals. Og börnin sagði, við viljum fá að fara inn þarna og gefa dýrunum að borða, pappi. And then the dad said, yes, you can go in. Þá sagði pappin, já, þið megi fara inn. And he was very happy. Og hann var mjög ánægður. Because when they were in, he was going to sit down and relax. Have a nice time. Og hann ætlaði sérst bara að setjast niður og hafa gott á meðan. And he said, I'm going to sit here and you two can go there. Og ég ætla bara að vera hér og þið farið þangað, sagði hann. And they went. Og þau fóru. And then short while came the daughter back. Og eftir stuttarstund kom dótturinn tilbaka. And she was very sad. Og hún var leið. And the dad said, whoa, what's happened? Og þá spurði pappi, hvað gerðist? And then she said, my brother, he didn't have the whole money to pay to go in. Bróður minn, hann var ekki með nógu mikið pening til að borga inn. I gave my money to him. Og gaf ég honum peningin. So he's enjoying inside and I here outside. Og þannig að hann farin inn að skemmta sér en ég bara hérna fyrir utan. And she said, do you know I did that, Papi? Og veistu hvað? Because at home we learn that love is action. Og veistu okkur ég ger þetta? Því við lærðum heima að kærleikur verknaður. And dad has the money in the pocket to pay her. Daddy has the money in the pocket to pay her, Pappi var með pening í vasanum til að borga henni, but he didn't offer en hann bauð ekki fram peningin. and she didn't ask Og hún baði ekki hann. because she remembered at home Því hún myndi að heima we learned that love is a sacrificial action. að kærleikur verknaður sem fórnandi verknaður. Love is not just a word. Kærleikur ekki bara orð. Love is action and Jesus was taking the real action. Og kærleikur verknaður og Jesús var að sýna það í verknaði. He loved not only the disciple, but he loved the whole world and he was going to die for them. Hann elskaði ekki bara lærisveinana, heldur allan heiminn og hann ætlaði að deyja fyrir okkur öll.
So he died for me and for you. Að hann dó sem sagt fyrir mig og fyrir þig. And we must learn from his labor. Og við þurfum að læra af honum. We must learn for what he did for us. Af því sem að hann gerði fyrir okkur. That last night he took the vessel with water Síðasta kvöldi þá tók hann vatnsskál and he took the wash basin. og tók líka vatnskönnu He took the towel, og handklæði, put in his shoulder, setti það á öxlina and then he went around with the 12 disciples. og hann fór til lærisveinana 12 And he started to wash their feet. og svo byrjaði hann að þvo fætur þeirra. And if we see Jesus washing the feet of the disciples at that time, Við sjáum Jesús vera að þvo fætur lærisveinana á þessum tíma. it was a very strange things for him to do. Þetta var mjög sérstakt sem hann var að gera. Because at that time, Því að þá we know that it was very humiliated things to wash the feet of somebody. á þeim tímum var þetta mjög auðmýkjandi starf að vera að þvo fætur á öðru fólki. The Jews never washed the feet of another. Gyðingarnir þvoðu aldrei fætur á öðru fólki. But they had the servants at home, En þau voru með þjóna á heimilunum. and the servant would wash the feet of their visitors. Þeir myndu þvo fætunar á þeim sem kom í heimsókn. It was a service for the slave, not for the people of the house. Þetta var bara þjónusta sem að þrælar áttu að vinna hendi. But Jesus En Jesús, became the servant. hann var þjónn. He started to wash the feet of his disciples. Hann ákvað að þvo fæturnar á lærisveinunum. And the Bible says about him, Og Biblían segir, for even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. já, vegna þess að mannssonurinn kom ekki til þess að láta þjóna sér heldur til að þjóna og gefa líf sitt sem lausnargjald fyrir marga. Do you understand what's going on here? Vitið þið hvað er að gerast hér? Gerið ykkur grein fyrir því? The God that created the whole universe, Guðinn sem skapaði allan alheiminn, he came here to give his life for me and for you. hann kom og gaf líf sitt fyrir mig og fyrir þig. And now he started to wash the feet of his disciples. Og nú byrjar hann að þvo fæturnar á lærisveinum sínum. It was the service of servant. Þetta var þjónusta sem innt var af hendi þjóna. And because he also needed to teach a lesson to his disciples. Og af því að hann þurfti líka að kenna lærisveinum sínum leksíu. Because he heard them in the way when they were walking. Þegar hann heyrði þegar þeir voru á gangi saman. And they were disputing among themselves which one of them would be the greatest. Þeir voru að rífast og þrátta sín á milli það hver yrði mestur í ríki hans. And Jesus now said here, the greatest among you is the one that washed the feet of another and become a servant. Og Jesús sagði við að sá sem vill vera mestur í þér á meðal þarf að þjóna hvorum öðrum og þvo jafnvel fætur hvors annars. And for them it was not easy that. Og fyrir þá var þetta erfið leksía. There is a lesson of honor also that Jesus was teaching. Og Jesús var líka að kenna leksíu heiður. Because when he was washing the feet of John and James, Því að þegar hann var að þvo fætur Jóhannesar og Jakobs, they were easier. They could say, "Oh Lord, please wash my feet." For them it was great, no problem. já, þeim fannst þetta allt í lagi að hann myndi þvo fætur þeirra. But these two brothers, En þessi bræður, they were the one that were looking for the first place in the leadership of the group. þeir voru að reyna að komast í fyrsta sæti innan hópsins. They even asked their mother to go and talk to Jesus and say, "Jesus, please," the mother asking Jesus, "Please give the two best place for our children beside you."
Og þeir meiri sér báðu mömmu sínum að fara og tala við hann og biðja hann bestu heiðursætin fyrir þá hjá honum. So Jesus said, I'm going to honor you washing your feet, but I know what is in your heart. Ég ætla að heiðra ykkur með því að þvo fætur ykkar en ég veit hvað býr í hjarta ykkar. So when I'm washing your feet, or when you are washing the feet of somebody, Þannig að þegar ég að þvo fætur ykkar eða þið að þvo fætur einhvers, we are not washing because the person is perfect. þá erum við ekki að þvo vegna þess að personan fullkomin. I can wash your feet because I know that Jesus asked me to do so, and I love you the way that you are. Og ég geri það vegna þess að Jesús vill að ég geri það og ég elska þig eins og þú ert. Jesus was washing also the feet of Peter. Jesús þvoði einnig fæturna hans Péturs And Jesus knew that he was going to deny him. og Jesús vissi að hann myndi afneita honum. And Jesus could say, oh, I'm not going to wash your feet because you're going to deny me. Jesús hefði getið sagt, ég ætla ekki að þvo fæturna þína því ég veit að þú myndi afneita mér. But he washed the feet of Peter knowing that he was going to deny him. En hann þvoði samt fætur Péturs vitandi það að hann myndi afneita honum. And also he washed the feet of Thomas. Og hann þvoði fætur Tómasar. And Thomas was always doubting of something he had to see. I want to see. Tómas, hann var alltaf að efast. Hann sagði, ég þarf að sjá, ég þarf að sjá. And Jesus knew that Thomas, in the third day, was saying, oh, no, he didn't resurrect it. I didn't see him. Til dæmis þegar að Jesús hafði risið frá dauðum og þriðja degi þá sagði Tómas, ég vil fá að sjá hann, annars trúi ég ekki. If I don't see him and touch in his side, I don't believe that he was resurrected. Ef ég sé hann ekki og sé sárið í síðu hans, þá mun ég ekki trúa því hann hafi risið. But Jesus was washing his feet. En Jesús þvoði fæturnar hans. Jesus was washing also the feet of Judas. Og Jesús þvoði fætur Júdasar. And Jesus knew that Judas was already planned to betray him. Og hann vissi líka að Júdas var farin að áforma það að svíkja hann And I was going to sell him. og myndi selja hann. But Jesus came and washed the feet of Judas. En Jesús kom og þvoði fætur Júdasar. It's incredible. Já, þetta ótrúlegt. There is also a lesson of honesty. Og hérna líka leksja einlægni. It was not supposed to go ahead. Sorry. Heiðarleika réttar sagt. Jesus lowered himself to their level. Já, Jesús hann beygði sig niður á þeirra plan. But Jesus also raised them to his level. Og hann lyfti þeim líka upp á sitt plan. That's amazing. Það ótrúlegt. Jesus wants us to be like him. Jesús vill að við séum eins So og he hann. came down to live in our level. Hann kom hérna niður til þess að búa á okkar plani. Not because myself or yourself are perfect, Ekki því að við séum fullkomin, but because he loves us. en af því að hann elskaði okkur. When he came to Peter Þegar hann kom til Péturs, to wash his feet, til að þvoa hans fætur, it was amazing. það var ótrúlegt. Peter said, never at any time will you wash my feet. Aldrei að eilífu skaltu þvoa fætur mína. Peter was always like that. He was ready to say something, open the mouth and say something. But he said, no, you were the master. You shall not wash my feet. Og hann var alltaf tilbúin að segja eitthvað og gjamma eitthvað fram í og hann sagði, nei, þú skalt sko ekki fá að þvoa fætur mína. But Jesus said to him, En þá sagði Jesús við hann, if I wash thee not, thou hast not part with me. ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Peter loved Jesus. Pétur, ég elskaði Jesús. Peter was his disciple and always ready to be with Jesus. And they were the three that always were with Jesus, Peter, James, and John. Pétur, Jakob og Jóhannes voru alltaf með Jesú og þeir elskuðu hann. But when Jesus said to him, if I don't wash your feet, you won't be anymore my disciple.
að þegar Jesús sagði, ef ég þvæ þér ekki áttu enga samleið með mér, And Jesus, Peter then answered, wash everything, Lord. The head, everything. Jesus said, no, Peter, just the feet. og þá sagði Pétur, bara þvoðu allt, höfuðið og allan líkamann og allt, og þá sagði Jesús, nei, það er nóg að þvo fæturna. Then Jesus went back to the table after washing the 12 disciples' feet. Og svo fór Jesús að borðinu eftir að hafa þvegið fæturna á lærisveinunum He put his garment and back and returned to place at the table. og hann setti yfirhöfna sína eftir á borðið Then he did a question for them. og þá spurði hann þá, Do you understand what I have just done to you? skiljið þér hvað ég hef gjört við yður? Spurði hann. Do you understand what Jesus did for them? Skiljið þið hvað Jesús hafi gert fyrir þá? And it's some question that we have to think about it. And Jesus wanted the disciples to think about it. Við þurfum að hugsa þetta og fyrir alla lærisveina líka. And then Jesus answered the question. Og Jesús svaraði spurningunni. You call me teacher and Lord. Þið kallið mig kennara og drottinn And it is right that you do so, because that is what I am. og þér mælið rétt því það er ég. I am really the teacher and the Lord. Ég meistari og herra ykkar. And he says more. He says like this. I, your Lord and teacher, have just washed your feet. Fyrst ég sem herra og meistari hef nú þegið yður fæturna, You then should wash another's feet. þá ber yður einnig að þvo hvers annars fætur. If Jesus had said, now you have to wash my feet, they would happily say, oh Lord, I'm first. Og ef Jesús hefði sagt, já nú er komið ykkur að þvo mína fætur, og þá hefði örugglega hlaupið til og sagt, ég fyrstur. But you see that they were fighting among themselves who was going to be the greatest. And then Jesus said, you have to wash his feet, you have to wash his feet, and have to wash his feet. And they would say, oh no, this is difficult. Já, en svo sagði Jesús, þú þarft að þvo fæturnar á honum og þú á honum og þú á honum og þá sagður að já, þetta er erfitt, Jesús. But that's what Jesus wants us to teach us. En þetta er það sem Jesús vil kenna okkur. I have set an example for you. Ég hef gefið yður eftirdæmi. Do you understand what is Jesus saying? Já, skiljiði hvað Jesús sagði? I am giving you an example. Ég hef gefið yður eftirdæmi. That you will do just what I have done for you. Að þér breytið eins og ég breytti við yður. And that's part of the Holy Communion. Og þetta er bara hluti af henni heilígu kvöldmáltíð. We don't just eat the bread and drink the juice. Við borðum ekki bara brauðið og drekkum vínið, We have to wash another's one's feet. en við þurfum að þvo fætur hvers annars. And that's what Jesus said here also. Og það er það sem Jesús sagði hér einnig. John 13:17. Jóhannes 13:17. If you know these things, blessed are you if you do them. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þið breytið eftir því. Do you understand what Jesus said? You are blessed if you do that. Já, þið verðið blessuð ef þið gerir þetta. You are happy if you do that. Þið verðið hamingjusöm ef þið gerir þetta. And then Paul say like this for us. Og Páll sagði þetta fyrir okkur. For as often as you eat this bread and drink this cup, you are proclaiming the Lord's death until he comes. Já, og í hver skipti sem þið borðið af þessu brauði og drekkið af þessum bikar, þá eru þið að boða dauða Krists þar til hann kemur. Do you want to proclaim Jesus' death? Viljið þið boða dauða Krists þar til hann kemur? So I invite you today Þannig ég ætla að bjóða ykkur í dag to participate of the Holy Communion of the Lord. að taka þátt í heilari kvöldmáltíð drottins And we want to do as Jesus did. og við viljum gera eins og Jesús gerði.
now we are going to wash another's feet. Við viljum að þvo fætur hvers annars. You can choose someone in the congregation. Þið getið valið eitthvað hérna inni If you have some problem with someone in the congregation, og ef að ég er einhverjum erfiðum samskiptum við eitthvað hérna inni, that's time for you to go to him and say, forgive me, I'm going to wash your feet. þá er gott fyrir okkur að fara, biðjast fyrirgefningar og fá að þvo fætur hvers annars. And that's the purpose of the Holy Communion. Og það er tilgangur þessarar heilígu kvöldmáltíðar. If I have done something wrong to you, please forgive me. Ef And ég- give a hug on the person and wash their feet. Ef ég hef gert eitthvað á þinn hlut, viltu fyrirgefa mér og leið mér að þvo fætur þína. So in our congregation, we do like this. Women wash the feet of the women and the men wash the feet of men. And now you are going to invite to do that. Og við skiptum þessu hérna í þessari kirkju þannig að konur þvo fætur hjá konum og karlar hjá körlum. Og við skulum ganga núna til fótaþáttar. The woman is going to wash there in the room, and the man is going to wash here in the back. Konurnar fara. You are welcome, but please understand this. Þið eru velkomin en skiljið vel. It is for the forgiveness of your sins. Þetta er til þess að fyrirgefa syndinnar okkar. If you want to be forgiven, Ef við viljum fá fyrirgefningu, please do so. þá þurfum við að gera svo. But if you are with something in your heart and don't want to forgive, please don't do it. En ef þú ert með eitthvað inn í hjartanu þínu og getur ekki fyrirgefið, ekki fara þá í þessa athöfn. Because it is to accept Jesus' forgiveness that we do this. And I want you to accept Jesus' forgiveness today. It's the reason why I offer you to participate. Þetta er til þess að þiggja fyrirgefningu Krists og þess vegna erum við að gera þetta í dag. Okay, let's do it. Já, gjörið þið svo vel. Konur hérna yfir og karlarnir verða hérna inni. Gjörið svo vel. Jæja, var eitthvað gagn að dagskránni minni?
hemina að spila. Getur þú spila? Uh, 215. We are now here to participate from the symbol of the body and the blood of Jesus Christ. Við erum að taka þátt í athöfn sem að merkir líkama og blóð Krists. Here is a bread that has no Easter on it. Hérna brauð sem ekki með neinu geri í. And Jesus said that his body was for us. It was broken for us. Og Jesus sagði að líkami hans var brotinn vegna okkar. When people were taking Jesus to the cross, Þegar Jesus var tekinn á krossinn, they were beating him. var hann barinn. They were spit on him. Og það var skýrt á hann. Why did Jesus go on? Hvað hafði Jesus gert rangt? Because he was thinking in me and in you. Hann var að hugsa okkur. And when Jesus on the cross said, "It is finished," Og Jesus sagði á krossinum, það yfirstaðið. he said that your and my salvation was assured through his sacrifice. Það var þegar hann sá að sálihjálp mín og þín var búið að tryggja hana í gegnum það sem hann gerði. And he said like this in Matthew 26:26. Og hann sagði svona í Mattheusar Guðspjalli 26:26. Jesus took bread, Jesus tók
tók brauð, blessed and broke it, þakkaði Guði, braut það and gave it to the disciples and said, og gaf lærisveinum og sagði, take, eat, this is my body. takið og etið, þetta er líkami minn. Now we are going to pray and ask Jesus' blessing for the bread, and you are invited also to kneel down with us to pray for the bread. Nú skulum við biðja vegna brauðsins, ykkur er boðið að koma á hnén og biðja þannig fyrir brauðinu. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það að við getum komið hérna saman og við biðjum hvort að þú vil blessa þetta brauð fyrir okkur. Dear Father, I want to thank you that we can come here before you, be breaking this bread. May you bless this for us. We ask you that you will help us May þú hjálpa okkur til þess að taka mótið þín líkama. to receive your body. In Jesus' name, amen. Í Jesú nafni, amen. You can see. Jesus said, take it, it's my body. Let's sit down, and while you're eating, just pray to Jesus and ask him to be part of your body. Let's Yes. sit down and pray. Jesús sagði, þetta er líkami minn. Við skulum sitja niður og huglega það hvernig þetta er líkami hans.
Amen. Amen. The Bible keep on saying that Biblían segir, then he took the cup svo tók hann bikarinn and gave thanks og gaf þakkir and gave it to the disciples, saying, og gaf lærisveinum sínum og sagði, drink from it, all of you. drekkið öll af þessu. Now we are going to kneel down and pray for blessing of God upon the grape juice, and then after we are going to participate together. Let's kneel down. Og nú skulum við krjúpa og biðja í tengslum við vínið. Kæri himneski faðir, Dear Father in heaven, vil þakka fyrir þína fórn og we thank you blessun sem þinn dauði veitt okkur for blessa your death. og blessa vínsaman sem tákn blóð þitt. May you bless the grape juice which is a symbol of your death. May blessa alla þá sem taka þátt. Please bless all that are participating. Amen. Amen. Do you want to get And Jesus said, Jesus sagði, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. þetta blóð sáttmála míns úttelt fyrir marga.
Let's drink til and fyrirgefningar ask God synda. the forgiveness of our sins. Við skulum drekka og biðja Guð að fyrirgefa syndir okkar. Amen. Yeah. I'm going to read Psalms 27. Psalms 27. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. One thing I have desired from the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret place of his tabernacle, he shall hide me. He shall set me high up on a rock. And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore I will offer sacrifice of joy in his tabernacle. I will sing, yes, I will sing praise to the Lord. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy upon me and answer me. When you said, seek my face, Lord, I am seeking your face. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my help. Do not leave me. Do not forsake me. O God, you are my salvation. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Teach me your way, O Lord, and lead me in a smooth path because of my enemies. Do not deliver me to the will of my adversaries, for false witnesses have risen against me, and such as a breath out of violence. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait in the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen your heart. Please wait in the Lord. I say, wait in the Lord. Amen. Ég ætla að lesa þá 27. Davíðsálmi sem að Orsi var að lesa á ensku. Drottin er ljós mitt og full tingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottin er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Þegar illvirkjarnir nálgast mig til þess að fella mig,
Þá verða það andstæðingar mínir og óvinir sem hrasa og falla. Þegar her sest mig, óttast hjarta mitt eigi. Þegar ófriður hefst í gegn mér, ég samt öruggur. Eins hef ég beðið Drottinn, það eitt þrái ég, að ég fá að dvelja í húsi Drottins alla ævi daga mína, til þess að fá að skoða yndisleik Drottins, sökkva mér niður í hugleiðingar í musteri hans, því að hann geymir mig í skjóli á óheilla deginum. Hann felur mig í fylgsnum tjaldsins, lyftir mér upp á klett. Þess vegna hefst höfuð mitt yfir óvini mína umhverfis mig, að ég megi með fögnuði færa fórnir í tjaldi hans, syngja og leika Drottni. Heyr, Drottinn, ég hrópa hátt, sýn mér miskunn og svara mér. Mér hugsað til þín sagðir, leitið auglitis míns. Ég vil leita auglitis þíns Drottinn, hil eigi auglit þitt fyrir mér, vísa þjóni þínum eigi frá í reiði. Þú hefur verið fulltingi mitt, hrind mér eigi burt og yfirgef mig eigi, þú Guð hjálpræðis míns. Enda þótt faðir minn og móðir hafi yfirgefið mig, tekur Drottinn mig að sér. Vísa mér veg þinn, Drottinn, leið mig slétta braut, sækir óvina minna. Ofursel mig eigi græðki andstæðinga minna, því að falsvitni rísa í gegn mér og menn spúa rómælum. Ég treysti því að fá að sjá gæsku Drottins á landi lifenda. Vona á Drottinn, ver öruggur og hugrakkur, já, vona á Drottinn. Dear Heavenly Father, we're so thankful for your presence within us. Himneski Faðir, við þakkum þér fyrir nærveru þína hér í dag. We ask you to bless which one of us. Viltu blessa eitt og sérhvert okkar, Bless our family. blessaðu fjölskyldur okkar. And help us to be ready when you come back to take us home. Viltu hjálpa okkur að vera tilbúin þegar þú kemur og sækir okkur heim. In Jesus' name I pray. Í nafni Jesú. Amen. Amen. We are going to have a long day. It's not finished. Dagurinn hjá okkur ekki búinn. Það verður langur dagur hjá okkur í dag. But we are going to eat before. En fyrst ætlum við að borða. But now I think we are going to have the Sabbath school. Já, fyrst verður kvíldataskóli. And then after we are going to have baptism. Og svo verður skírn. And you are welcome to stay here Og þið eru velkomin að vera hér. because God is here with us. Því að Guð hér með okkur. Thank you. Amen. Já, ég ætla bara að núna kvíldataskólinn að fara að byrja og við skulum þá bara vera búin svona 1:00 hafa þetta svona í hálftíma, það alveg ágætt. Kannski, já, ég segi 10 mínútur yfir. Við erum svona yfirlt búin 10 mínútur yfir.